Hjartanlega velkomin á þennan fund sem að ber yfirskriftina þegar að Jesús dó á krossi. Og ég veit ekki hvort þið munið eftir en strax í lok síðasta fundar þegar Einar var með erindi að þá setti Jesús á hjarta mitt hvaða var sem hann vildi að ég myndi tala núna í kvöld. Og Einar var búin að kenna mér svolítið þetta eftir að ég byrjaði að lesa Biblíuna sjálf 2019 eftir að ég frelsaðist. Þá kom ég til Einars og ég sagði, ok, núna er ég tilbúin að byrja að lesa Biblíunni. Þá var Jesús búin að mæta mér og ég var búin að taka á móti honum og endurfæðast. Og hann fór með mig í gegnum þessa bara grunnfræðslu í Biblíunni og hvað var sem þetta kraftaverk sem átt sér stað þegar Jesús dó á krossi. En þegar ég fór að undirbúa þennan fund og ég var að lesa þessa frásögn í Guðspjöllunum og ég var að biðja Guð og biðja hann að gefa mér opinberun og þá fekk ég ennþá stærri og bara eina stærstu og mögnuðustu opinberun sem ég hef fengið frá því ég tók á móti Jesú Kristi hvað gerðist þegar Jesús dó á krossi. Og það er svo magnað að líta tilbaka af því að áður fyrr þá var ég trúlaus og ég var yfirlýstur trúleysingi. Og ég afneitaði Guði og sérstaklega Jesú og ég var það svona forhert í hjartanu að ég trúði ekki einu svona að Jesús hefði verið til. Ég trúði í hjartanu að þetta væri bara uppspunni og bull og að fólk væri bara eitthvað klikkað að trúa þessu. Og samt hafði ég aldrei lesið í Biblíuna gert neina tilraun til þess en ég man eftir meira sér þegar ég var í barnaskóla í kristinfræði að þá var ég samt forhert í hjartanu gagnvart þessu og þetta var bara síðasta fæið mitt, eða leiðilegasta fæið mitt. Þannig að það er magnað að sjá hvað Jesús getur gert við manneskjur þegar þær eru loksins farnar að sjá ljósið og komnar inn í ljósið eins og gerðist hjá mér. Og mér langar að varpa þessari spurningu fram af því að það eru 2000 ár síðan að Jesús dó á krossi og sumir spyrja sig kannski hvernig í ósköpunum getur það haft ykkur áhrif á líf mitt í dag. Og meðal annars það sem að Jesús meðal annars opinberaði fyrir mig þegar ég var að biðja og hugleiða núna fyrir 2 dögum var að verkið sem að Jesús vann þegar hann dó á krossi er frumrót alls í lífinu okkar. Hvort sem að við trúum á Guð eða ekki og þetta á við alla manneskjur á jörðinni. Og verkið sem að Jesús vann þegar hann dó á krossi er merkilegasta og stórkostlegasta og áhrifaríkasta kraftaverk og atvik sem hefur nokkuð tíma gerst í allri mannkynssögunni og bara frá upphafi sköpunar. Það er ekkert annað atvik sem er stærra og merkilegra og stórkostlegra heldur en nákvæmlega þetta en það hefur verið skrifað meira og talað meira og fjallað meira þetta heldur en nokkuð annað sem hefur gerst frá upphafi sköpunar. Og flestar manneskjur hafa heyrt þetta að Jesú dó á krossi. En höfum við virkilega átt okkur á því hvað gerðist þarna? Skiljum við þetta raunverulega og höfum við fyllilega náð að meðtaka þetta í hjarta okkar? Höfum við gefið okkur góðan tíma til þess að kafa ofan í þetta, huglega biðja Guð opinberun og taka við þessu magna kraftaverki inn í hjarta okkar og fara ennþá dýpra með Guði? Og ef við höfum ekki gert það, hverju erum við að missa eða fara á misvið? Og svo getum við spurt okkur líka, og þetta eru spurningar sem við ætlum að svara hérna í lesturinn í kvöld. Ef að Jesús, þegar hann dó á krossi, var hann sigur yfir öllu illu, af hverju er svona mikil illska í heiminum? Og ef að Jesús tók á sig alla sjúkdóma, af hverju eru svona margir sem eru ennþá veikir? Og ef að Jesús sýknaði okkur af allri misgjörð og synd, af hverju er svona algengt að fólk sé að glíma við króníska sektarkennd, vanmátt, kvíða og ótta? Og hver er eiginlega frumtilgangur mannkyns hér á jörðinni og hvernig tengist það þessu verki sem að Jesús vann þegar hann dó á krossinum?
Og þegar að Adam og Eva óhlýnuðust Guði og átu af skilningstréi góðs og ills, þá kom myrkrið og illskan inn í þau og þau fjarlægðust Guði og sektarkennd og skömm tók yfir. Og Guð kemur fram í fyrstu Mósebók að Guð hafi gefið manninum allt vald yfir jörðinni. Með þessari óhlýni, með þessari synd, hafði Adam gefið þetta vald til hins illa eða til djöfulsins sem var þá höfðingi heimsins. Og mennirnir eða börn Guðs, við urðum undir okuð hinum illa og þessi synd skapa aðskilnað á milli manna og Guðs, af því að Guð er heilagur og hann þolir enga synd. Og í rauninni gerist það þarna að andi mannsins varð fallinn eða hjúpaði myrkri, hann myrkvaðist. Og það er oft talað þetta sem fall mannsins í þessu sambandi og það mér langar að benda ykkur á, við erum með grunnnámskeið á YouTube undir nafninu Frelsiskirkjan, þar sem Einar að kenna, þetta eru 10 lestrar og Einar að kenna nákvæmlega þetta, það lestur sem heitir fall mannsins, þannig að mér langar til þess að benda á hann til að fá aðeins dýpri kennslu og skilning þetta. Og það sem gerðist að maðurinn fekk fallinn anda sem var svartur myrkur. Og við erum sál og andi, við erum með líkama. Og við fæðumst inn í þessa veröld með þennan fallna anda út af því sem gerðist þarna og hann fullur af myrkri og í rauninni undir hælnum á hinum vonda. Og með þennan fallna anda aðskilnaður frá Guði. Syndin að trúa ekki á Guð, að trúa ekki á Jesú Krist. Það að segja aðskilnaður frá honum og með þennan fallna anda útilokað fyrir okkur að komast inn í Guðsríkið, að komast inn í himnaríki Guðs eftir að jarðvist okkar hérna lýkur. Og Jesús sagði að sálin okkar það sem að Guð elskar meir en allt og Guði mikilvægara og dýrmætara heldur en allt heimsins gull og auðafi. Þín sál og mín sál. Og Jesús hann hefði dáið fyrir þína sál, jafnvel þótt að þú hefði verið eina manneskjan í veröldinni, svo mikið elskar Guð sálina þína og þig. Og Guð, hann ekki að horfa á næsta ár í líf okkar eða næstu 5 ár, heldur hann að horfa á eilíðina. Hann að horfa á hvað gerist eftir að þetta líf hér, eftir að því lýkur. Og hvað verður sálina okkar eftir að líkaminn deyr og að því að lífi hérna í jörðinni bara eitt pínulítið sandkorn í allri eilíðinni og allt í þessum heimi forgengilegt nema Jesús Kristur, sálin þín og andinn þinn. Líkaminn deyr, ekki sálin, sálin eilíf. Og Biblían alveg skýr á því að Guð tilbúinn að fórna öllu til þess að bjarga þinni sál. Hann jafnvel tilbúinn að eyða heilum löndum af því að sálin þín svo rosalega dýrmæt og mikilvæg í augum Guðs. Og tilgangur mannkynsins hér á jörðu, ástæða fyrir því að við erum hér, svo að taka á móti Jesú Kristi og endurfæðast. Þegar við trúum, veljum að trúa því í hjartanu að Jesús sé Guð og við játum það með munninum, þá kemur andi Guðs inn í andan okkar og þessi fallni andi sem myrkur, hann deyr og Guð fæðir nýjan anda inn í okkur. Við fáum nýjan anda fæddana Guði og þannig verðum við Guðs börn. Þannig hættir þessi aðskilnaður og við sameinumst Guði aftur, við erum hans börn, samerfingjar Krist og við fáum inngöngu inn í himnaríki Guðs. Og allir þeir sem hafa stigið þetta skref geta haft full vissu í hjarta sínu og sál að þegar jarðvist okkar hérna lýkur, þá kemur Jesús og sækir okkur og fer með okkur inn í himnaríki Guðs sem stórkostlegasti og fallegasti og besti staður sem til það sem ekkert myrkur, engin þjáning, engir sjúkdómar, eilífur friður, eilíf hamingja og gleði, himnaríki Guðs, það sem hásæti föðursins Amen. Og í Jóhannesar Guðspjalli
í 3. kafla, þá útskýrir Jesús þetta mjög nákvæmlega í samtali sinni við Níkódemus, sem var farisi og gyðingur. Og í 3. versi, þar segir Jesús við Níkódemus: Sannlega, sannlega segi yður, enginn getur séð Guðs ríkið nema hann fæðist að nýju. Og þarna hann að tala þetta og svo útskýrir hann: það sem af manni fæðist er mannsbarn, en það sem af fæðist af anda Guðs er Guðsbarn. Undrast eigi að ég segi við þig, ykkur ber að fæðast að nýju. Svo segir hann hérna í 18. versi: sá sem trúir á son Guðs dæmist ekki, sá sem trúir ekki er þegar dæmdur, því hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. Og þetta er það sem aðskilur að. Það er trúum við á Jesú Krist. Það er fyrir trú sem við björgumst. Það er fyrir trú sem að við læknumst. Það er fyrir trú sem við erum réttlát í augum Guðs og öðlumst eilíft líf með Jesú Kristi. Og þannig Guð að segja, ef við tökum ekki á móti Jesú og erum áfram með hann fallna anda, að þá kemst ekki sálin okkar inn í himnaríki Guðs. Og það er markmið Guðs, áætlun Guðs, að allar sálir komist til hans. Hann er hirðirinn sem að fer frá þessum 99 til þess að sækja hennan eina sem að villtist að leið og týndist. Og ég trúi því í mínu hjarta að Jesús mun ekki koma aftur tilbaka. Þetta stendur ekki í Biblíunni, þetta er mín skoðun, að Jesús mun ekki koma aftur tilbaka fyrir að allar sálir eru búin að frelsast og Guð seti þess að þær fái tækifæri til þess. Þess vegna er ekkert í þessu lífi, ekkert sem við gerum, ekkert sem við öðlumst, ekkert sem við sköpum, mikilvægara heldur en það að taka á móti Jesú og endurfæðast. Og ef það er einhver sem er að horfa núna á þennan fund, hvort sem það er núna hérna live eða seinna þegar þessi fundur fyrir á neti, sem hefur ekki stigið þetta skref, að þá ætlum við að gera það saman í hugleiðslubæninni í lok fundar. Já. Og það eina sem þú þarft er að biðja með einlægt hjarta og þá gerist þetta stórkostlega kraftaverk í þínum anda. Og það trúa er ákvörðun, það er val, það er ekki eitthvað sem þú þarft að bíða eftir að komi yfir þig eða komi til þín. Þú getur bara sagt, ég tek ákvörðun frá hjartanu að trúa því að Jesús Kristur sé Guð. Og við sem höfum þegar stigið þetta skref og þegar öðlast þetta líf, þetta eilífa líf, það er ekkert mikilvægara eða dýrmætara sem við getum gert heldur en að leiða aðra til trúar, til þess að stíga þetta skref að endurfæðast. Og biðja með öðru fólki þessa svokölluðu frelsisbæn. Og í 1. kafla Rómverjabréfsins segir að það er kraftur Guðs sem frelsar hvern þann mann sem trúir. Og hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Við þurfum að trúa. Og það segir í orði Guðs að í hvert sinn sem að sál frelsast, að þá er fögnuður á himnum, að Guð og allir englarnir í himnaríki er að hrópa og fagna og klappa og gleðjast yfir þessari sál sem að er hólpin og búið að bjargast. Og það er stórkostlegt kraftaverk. Það eru sálir þarna úti sem eru í myrkrinu ennþá, sem að enginn getur náð til nema ég, nema þú eða einhver hérna inni. Og ekki vera hrædd eða hræddur við að tala Jesú við annað fólk. Biddu fyrir því að fólki í kringum þig, hvort sem það er á vinnustæðinum, vineinir, fjölskyldan, biddu fyrir þeim, biddu Guð að hjálpa þeim að frelsast. Biddu Guð að gefa þeim trú á Jesú Krist og þeirra sáli frelsist. Og biddu Guð að opna fyrir því dyr til þess að vitna fagnaðarerindi og biðja með viðkomandi. Himnarnir eru opnir, það er mjög góð jarðvegur núna, það er vakning í gangi og það er mjög auðvelt að biðja með fólki og fólk segir nánast alltaf já. Fólk er bara opið og það er bara tilbúið til þess að stíga þetta skref.
og ég með spjöld, svona lítil nafnspjöld með frelsisbæninni og ég get sent hverjum þeim sem hefur áhuga. Þegar ég byrjaði að vitna fyrir fólki og biðja með fólki til frelsis, þá var ég með svona lítil spjöld í töskunni minni hvers sem ég fór með frelsisbæninni og annarkvort stundum dreifði ég þeim og sagði þeim, fyrst gerði ég þannig en síðan þegar ég var búin að byggja upp meir í kjark að þá settist ég niður, sagði þeim frá þessu og bað með þeim. Þannig að það rosalega gott að vera alltaf með þessa litlu bæn hjá sér og vera svolítið með þennan fókus að leiða fólk inn í Guðsríki. Og þegar við gerum það, að þá svo mikið gleði og mikill fögnuður hjá Guði og við erum að safna fjársjóðum í himnaríkinu. Við erum að safna fjársjóðum á himni. En til þess að þetta allt sem ég var að lýsa yrði mögulegt þá varði Jesús að deyja úr krossinum. Nú einhver að hringja dyrabjöllunni. Hilmar, þetta til þín, ástu mín? Afsakið þetta. Já, það fjallað krossfestingu Jesú Krists í öllum Guðspjöllunum. Og við ætlum að lesa aðeins bara stuttlega í Jóhannes 19, Jóhannesar Guðspjalli, 19. kafla. Fyrst við erum að fara að huglega þetta á eftir. Já, að það svo sagt fjallað það þegar að Jesús var tekinn og hann var húðstrýktur og þegar að hermennirnir fléttuðu þessa kórónu úr þyrnum og settu á höfuð hans og lögðu yfir hann purpura kápu. Og hér segir að þeir hafi gengið hver að öðrum fyrir hann og sagt sæll þú konungi gyðinga og slógu Jesús í andliti. En Pílatus, hann gekk aftur út fyrir og sagði við fólki, nú leiði ég hann út til ykkar svo að þið skiljið að ég finn enga sök hjá honum. Og Pílatus segir við fólki sjáu mannin. En þegar æðstu prestarnir og verðirnir sá hann æptu þeir krossfestu. Þetta voru æðstu prestarnir. Þetta átti að vera þeir menn sem áttu að vera næstir Guði. Og Pílatus sagði við þá, takið hann á krossfestið, ég finn enga sök hjá honum. Þeir svöruðu, þetta 7. vers í 19. kafla í Jóhannesar Guðspjalli. Við höfum lögmál og samkvæmt lögmálinu á hann að deyja því hann hefur gert sjálfan sig að Guðs syni. Og þegar Pílatus heyrði þessi orð var hann enn hræddari. Hann fór aftur inn í höllina og segi við Jesú, hvaðan ertu? En Jesú veitti honum ekkert svar. Pílatus segir þá við hann, viltu ekki tala við mig? Veistu ekki að ég hef vald til að láta þig lausan og ég hef vald til að krossfesta þig? Þetta sagði Pílatus við Jesús og Jesús svaraði, þú hefðir ekkert valdi við mér ef þér væri ekki gefið það ofan. Því fyrir því ber svo þyngri sök sem hefur selt með þér í hendur og þannig er Jesús að undirstrika að ekkert af þessu hefði geta gerst nema að því faðirinn sjálfur var búin að ákveða það. Og Pílatus, og það segir aftur og aftur í Biblíunni að þeir sem vald hafa, þeir myndi ekki hafa nema að Guð hefði veitt þeim það. En Pílatus, hann er að reyna að láta hann lausan, hann finnur enga sök og mig grunar nú að hann hafi bara beinlínis trúaði að hann væri sá sem að væri sonur Guðs. Og svo segir aðeins seinna, þá æptu menn, þetta 15. vers, þá æptu menn, burt með hann, krossfestu hann. Pílatus segir við þá, á ég að krossfesta konung ykkar. Æðstu prestarnir svöruðu, við höfum engan konung nema keisarann. Þá seldi Pílatus þeim hann í hendur og bauð að láta krossfesta hann. Og hermennirnir tóku þá við Jesú og hann bar krossinn og fór út til staðar sem nefnist hauskúpa á hebresku Golgata. Þar krossfestu þeir hann og með honum 2 aðra hvort til sinnar handar, Jesú í miðið. Pílatus hafði látið gera yfirskrift og setja krossinn, þar stóð skrifað Jesús frá Nasaret, konungur gyðinga.
Margir gyðingar lásu þessa áletrun því staðurinn sem Jesús var krossfestur var nærri borginni og þetta var ritað á hebresku, latínu og grísku. Og síðan segir þetta í 28. versi, Jesús vissi að allt var þegar fullkomnað. Þá sagði hann til þess að ritningin rættist með fyrstir. Og síðan í 30. versi segir þegar Jesús hafði fengið etikið, sagði hann, það er fullkomnað. Þá hneig hann höfuðið og gaf upp andann. Þarna sagði hann, það er fullkomnað. Og þarna kemur fram í þessar lýsingu sem að ég las ekki algjörlega í gegn, en þið getið lesið sjálf síðar. Það kom fram að Jesús var hæddur, hann var sleginn, hann var barinn, það var hrækt á hann, það var hvæst á hann ókvæðis orðum, hann var smánaður, spottaður, klæðum hans var rænt og svo var hann náttúrulega krossfestur. En Jesús sagði það er fullkomna. Og þá spurðum við okkur hvað var fullkomna, hvaða verk var fullkomna. En í kjölfarið á þessu þá kom Jesús aftur í heilum anda og það segir í Jóhannesar Guðspjalli í 20. kafla, 22. versi, þá er sagt frá því þegar Jesús kom aftur og hann gaf lærisveinunum heilagan anda, sagði meðtakið heilagan anda. Og þarna gerist það að þessi aðskilnaður á milli manna og Guðs er rofinn. Hann sameinaði og sætti Guð við menn og sameinaði okkur aftur við Guð. Alla þá sem að velja að trúa og vilja trúa. Og Jesús uppfyllti lögmálið og fyrir trú á hann uppfylltum við lögmálið líka og erum réttlátt fyrir Guði eins og segir í Rómverjabréfinu 3. kafla 21. versi til 28. versi og ég ætla að lesa þessi vers til 3. kafli í Rómverjabréfi 21. vers en nú hefur Guð opinberað réttlæti sitt sem lögmálið og spámennirnir vitna og byggist ekki á lögmáli. Það er réttlæti trúarinnar sem Guð gefur öllum þeim sem trúa á Jesú Krist. Hér er engin greinamunur, allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð og Guð réttlæti þá, án þess að nokkur verðskuldi það, af náð með endurlaust sinni í Kristi Jesú. Guð bendir á blóð hans sem sáttarfór þeim sem trúa. Og svo segir hann hafði umborið þær syndir sem áður voru drýgðar til þess að birta réttlæti sitt á yfirstandandi tíma, að hann er sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Og síðan segir hann í 28. versi, ég álít að maðurinn réttlætist af trú án lögmálsverka. Og svo segir hann jú, svo sannarlega sem Guð er einn og þá réttlætir hann jafnt umskorna menn af trú og óumskorna fyrir sömu trú. Geri ég þá lögmálið að engum með trúnni öðru nær í staðfestu lögmáli. Við staðfestu lögmáli með trú okkar á Jesú Krist. Það var hann sem uppfyllti það og þegar hann dó á krossi að þá gaf hann okkur það. Og þetta er mjög mikilvægt atriði og getur haft rosalega víðtæk áhrif á okkar daglega líf, líðan og heilsu ef við höfum ekki tekið á móti þessum anga þessa verks í trú. Og þannig er það eftir að Jesú dó á krossi þá uppfylltum við lögmálið sjálfkrafa ekki fyrir verk okkar heldur fyrir trú á Jesú Krist. Og það er andi Guðs, það er andi Jesú Krist sem lifir innan með okkur í anda okkar. Og verkið sem fullkomnaðist þegar Jesú dó á krossi og hér er upptalning, þetta er ekki tæmandi talning. Þetta er það sem ég var að biðja Guð opinberun. Við getum örugglega aldrei gert tæmandi lista yfir það sem Jesús gerði þegar hann dó á krossi, en hann vann eilífan sigur. Það var eilífur sigur. Amen. Jesús, hann stóðst allar freistingar sem til eru. Jesús, hann lifði lögmálinu fullkomlega og uppfyllti lögmálið. Jesús, hann upplifði alla vanlíðan og allar neikvæðar tilfinningar í botn. Jesús, hann tók valdið
aftur af hinum vonda og sigraði hann og allt óman hans veldi. Og þá ég ekki að meina að hinn vondi hafi haft vald yfir Jesú nokkuð tímann, en hann hafi vald yfir okkur, manninum. Og Jesús sigraði hann í þeim skilningi, hann tók valdi af hinnum illa og gaf okkur að tilbaka. Þetta fylgja mér. Og við erum ekki lengur undir okuð hinnum illaða djöflunum. Upprisan, hann sigraði dauðann og reis upp á 3. degi. Jesús, hann sýknaði okkur algjörlega og fyllilega fyrir öll afbrot, alla sekt, allt ranglæti, alla misgjörð. Þetta eilífðar sýkna utan allra tíma. Bæði allt sem hefur þegar gerst og það sem á eftir að gerast. Eilífðar sýkna fyrir utan alla tíma. Hann hreinsaði okkur af allri synd, hann afmáði alla vantrú, hann leysti öll vandamál, hann gaf okkur eilífa lausn í sér. Hann tók á sig alla sjúkdóma og læknaði þá og bar þá fyrir okkur svo við þurftum ekki að bera þá sjálf. Hann eyddi öllum ófriði, hann tók á sig alla þjáningar, allan miska, allan skaða og allan eymd. Hann fyrirgaf öllum og þessi upptalning ekki tæmandi, en þetta eru atriðin sem við erum að leggja áherslu á hérna í þessum lestri. Og þetta alveg rosalegt verk og þetta alveg svakalega mögnu blessun sem að við eigum í Jesú Kristi og því verki sem hann vann á krossinum. Og það vel þess virði að gefa sér góðan tíma í að íhuga þetta og hugsa þetta og lesa þetta og biðja og meðtaka. Og þá spyrjum við okkur af hverju eru svona margir kristnir ennþá, þrátt fyrir þetta, og ef þetta svona, af hverju eru þá svona margir að glíma við veikindi, að glíma við myrkur, að glíma við erfiðleika, að glíma við eymd og þjáningu og vanlíðan og miska og sektarkennd. Og svarið það að við þurfum að taka við því sem Jesús gerði þegar hann dó á krossinum í trú. Af því að ef við trúum því ekki í hjartanu að Jesús hafi dáið á krossi, að Jesús hafi sýkna okkar, Jesús hafi tekið alla sjúkdóma og borið á fyrir okkur allt þetta sem var að telja upp, þá getum við ekki notið góðs af því. Af því að samfélag okkar við Guð, það byggist á trú. Við meðtökum blessun og kraftaverk Guðs fyrir okkar líf með því að trúa. Og það sem og ég búin að vera í svona ákveðnu lækningar, umbreytingaferðalagi með Jesú frá því að ég tók á mótunum vorið 2019 og hann búin að vera að sýna mér inn í andaheimin, hann búin að vera að sýna mér hvað það sem að veldur veikindum og erfiðleikum og gerir okkur sjúk og hvernig við getum orðið heilbrigð og þetta svona, ef við ímyndum okkur svona, þetta svo píramídi og þetta svona neðsta lagið og það var bara illir andar eða myrkur í umhverfinu eða neikvæð orka sem að getur farið í mig og skaða mig, síðan kemur næsta lag fyrir ofan það, en hvað það sem að skapar það? Jú, hugsanir, orðin okkar, það sem við hugsum, það sem við segjum, orka, kraftur sem að hefur áhrif á umhverfi okkar, fyrir út í umhverfi okkar, hefur líka áhrif inn á við, já, en hvað það sem að skapar hugsanir okkar og orðin okkar og þar með orkuna og kraftin í umhverfinu, það það sem við trúum, það sem við trúum situr í hjartanu. Og jú, ok, hvað? Umhverfið, okkur sjálf og síðan Guð, það sem við trúum Guð. Og síðan fyrir ofan það sem að við trúum Guð, hver hann og hverju hann trúir sig, sem bara sannleikurinn Guð. Og það smitast niður í allt hitt eða flæðir yfir í öll hins við lífsins. Og ég held að það væri allra efst í píramídanum, hverju trúi ég Guð. Og hver sannleikurinn hann, af því að við erum sköpuð í Guðs mynd og það sem við trúum Guð, það flæðir inn í öll svið lífsins, en það sem Guð opinberaði fyrir mér var að efst í píramídanum, fyrir ofan það sem frumrót alls, sem að stýrir öllu, hvað varðar okkar líf og okkar heilsu og okkar árangur og okkar heilbrigði, það okkar trú eða vantrú það sem að Jesú gerði þegar hann dó á krossi. Og það sem að móta líka hvað það sem við trúum
Guð sjálfan. Þannig að þess vegna kalla ég þetta frumrót alls. Ég vona að þetta hafi ekki verið of ruglingslegt þegar ég var að reyna að útskýra þetta með píramídan. En ég ætla að taka nokkuð dæmi þetta. Ef þú ert í vantrú það að Jesús uppfyllti lögmálið þegar hann dó á krossi, að þá mun það hafa þau áhrif á þig að meðvitað og ómeðvitað ertu allt þitt líf að reyna að uppfylla lögmálið. Og það eru einkenni eins og fullkomnunar árátta, ofur gagnrýni, rosaleg kröfuharka, mjög mikil skilyrðing, þú ert að uppfylla öll þessi skilyrði og þú ert að vera svona og þú ert að vera svona og þetta er eitthvað sem ég hef lifað rosa mikið og hefur haft ofboðslega skaðleg áhrif á mitt líf og ég var búin að átta mig á því, ok, ég er ennþá undir lögmáli af því að ég trúi því í hjartanu að ég sé undir lögmáli og ég var búin að biðja fyrir því og Jesús var búin að hreinsa þá vantrú út úr hjarta mínu, en þegar ég var að fara vinna þennan lestur, þá opinberaði Guð fyrir mér að það var ennþá vantrú í hjarta mínu, hvað þetta varðaði. Ég var ekki búin að meðtaka það í trú að þegar Jesús dó á krossi að þá uppfyllti hann allt lögmálið fyrir mig, svo ég þurfti ekki að gera það. Og það er bara þannig í þessari trú sem við verðum algjörlega fullkomlega frjáls frá svona einkennum. Annað dæmi, ef þú trúir því ekki í hjartaðinu að Jesús hafi sýknað þig þegar hann dó á krossi, þá mun það hafa þau áhrif að við upplifum sektarkennd, skömm, samviskubit, að við séum ranglát, að dómur vofi yfir okkur, að við höfum gert eitthvað rangt og svo framvegis. Það er alls konar áhrif sem þessi vantrú getur haft inn í hjart okkar og inn í tilfinningar okkar og hugsanir og líf. Er að fylgja mér? Og annað dæmi, ef við trúum því ekki í hjart okkar að Jesús hafi borið alla sjúkdóma og öll veikindi og tekið þetta á sig, að þá erum við að bera okkar eigin sjúkdóma og okkar eigin veikindi sjálf. Jesús sagði fyrir mína benjar, ertu heil, ertu heill. Og við eigum þessa lækningu í honum. En við þurfum að taka á móti þessu í trú. Og svo er annað sem ég sá, sem Guð gaf mér opinberun, þegar ég verið að fara yfir hennar lestur, að ef við trúum því ekki í hjart okkar, að það sem Jesús gerði þegar hann dó á krossi, að það sé nóg, að þá mun þessi vantrú flæða inn í öll svið lífs okkar og verka sem skortur. Ég er ekki nóg, ég er ekki nóg góð, ég er ekki að gera nóg, ég hef ekki nóg, Guð er ekki nóg, Guð finnst ég ekki vera nóg, er að fylgja mér. Þetta er bara þessi frumrót og síðan flæðir þetta út frá sér inn í okkur og inn í líf okkar og inn í hegðun okkar og inn í gjörðir okkar. Og hérna spyrjum okkur þá, hvernig þá tökum við fyllilega á móti þessi stórkostlega kraftaverki sem að Jesús vann þegar hann dó á krossi. Og það eru nokkrar aðferðir sem við ætlum meðal annars að nota í hugleiðslubæninu á eftir og það er að knýja á. Við byggjum meiri og ríkari og öflugu trú sem aukti með trú, gefur mér sterkari trú, gefur mér heilbrigðari trú. Við veljum að trúa, tökum ákvörðun að trúa í hjarta okkar að allt þetta gerði Jesús þegar hann dó á krossi. Þá kemur þessi trúin í hjarta okkar. Við hugleiðum og við tökum ákvörðun að trúa er val og ákvörðun. Og þegar að Jesús bað fyrir lærisveinum sínum, þá bað hann að trú þeirra myndi ekki bregðast þeim. Hann bað fyrir trú þeirra. Ok, og það er mjög mikilvægur punktur sem að Guð bað mér sérstaklega að nefna hérna, er það að við megum aldrei skammast okkar eða ásaka okkur eða rífa okkur niður fyrir það þegar við upplifum eða sjáum einhverja vantrú eða litla trú í hjartan okkar. Og bara í fyrradag, þegar ég var að fara yfir hennar lestur, þá var Guð að opinbera fyrir mér alls konar vantrú í mínu eigin hjarta. Gagnvart því verki sem Jesús vann þegar hann dó á krossi. Og það gaf mér gleði og ánægju að sjá þetta, að Guð var að opinbera þetta fyrir mér af því að þá gat ég unnið með Guði
og fengið leiðréttingu og valið að taka á móti þessu verki í trú. Og einmitt þetta sem ég nefndi áðan, ég áttaði mig á því, ég trúði ekki í hjartanu að Jesús hefði uppfyllt lögmálið og þar af leiðandi ómeðvitað er ég búin að fara í gegnum allt mitt líf að reyna að uppfylla lögmálið. Og það er ekki hægt og það er lýjandi og það er erfitt og það er vont. Og það er líka erfitt að fara í gegnum lífið að vera stöðugt að reyna að passa upp á kannski að aðrir séu líka að uppfylla lögmálið og allir séu fullkomnir, þú veist. Þannig að þetta tekur mikið frá manni og hefur gert það. Og ég trúi því líka að það verk sem Jesús vann á krossinu væri ekki nóg. Ég hef alveg haft, sérstaklega í fortíðinni, mjög mikla og langa sögu að trúa því ég sé ekki nóg, að ég sé ekki að gera nóg og þessa tilfinningu og þessa upplifun í hjarta mínu og sérstaklega ég sé ekki að gera nóg. Og ég hef unnið svo rosalega mikið seinustu ár með þetta bæði í hugsunum mínum og í hjartanum mínu og í trúnni minni en frumrótin, hún liggur þarna. Hún liggur í því sem Jesús gerði þegar hann dó á krossi og okkar trúum það. Og það er svo mikilvægt að átta sig á, það er engin skömm að hafa vantrú í hjarta sér og við vinnum með Guði til að fá meiri trú og knýjum á og biðjum. Og við þökkum Guði fyrir að hafa fengið opinberun þetta og hafa áttað okkur á þessu. Af því það þýðir að við erum að varðveita hjarta okkar, við erum að knýja á Guð, við erum að leitast eftir að Guð umbreyta okkur og það er þetta hjarta sem að Guð vill að við höfum. Og þegar að við finnum vantrú í hjarta okkar þá er Guð að sýna okkur og gefa okkur tækifæri til að þroskast og vaxa. Og það er bara hinn illi sem að hatar umbreytingakraft Guðs sem vill að við bregðumst við með sjálfsásökunum, skömm eða niðurrifi. Guð vill aldrei að við bregðumst við því og það særir Guð þegar við erum að rífa okkur niður eða ásaka okkur eða skamma okkur sjálf eða aðra. Það særir hann. Og það er mikilvægt að hafa það í huga. Það er engin manneskja í fullkominni trú nema Jesús af því að hann er Guð. Og við verðum það sennilega ekki fyrir en að Jesús snýr aftur. Af því að það umbreytist við. Og það er allt í lagi. Það er allt í lagi og það má. Og lykillinn er að treysta Guði og vinna með honum í hjarta okkar og í trú okkar og knýja á Guð, vera leitandi, vera þrýstandi, vera knýjandi, biðjandi, Guð, auktu mig trú, ég vil þekka þig betur. Ég vil sjá þig betur. Ég vil fá meira af þér, Guð. Jesús, sýndu mér hver þú ert. Sýndu mér hvernig þú ert. Hvað þú gerir. Gefðu mér meira af þér, Jesús. Hleyptu mér inn í djúpið þitt og hjálpaðu mér að fara alla leið með þér lengra og herra og dýpra. Og svo framvegis. Guð bænheyrir okkur þegar við biðjum svona. Og það er svona sem hann vill að hjarta okkar sé. Og ég er bara lifandi dæmi þess að manneskja með grjóthart, kolbikasvart, forhert hjarta, gagnvart Guði og endalausa vantrú getur í höndum í Jesú Krist og með leitandi, knýjandi og biðjandi hjarta og anda getur umbreyst algjörlega í hjarta, sál, líkama, anda og huga og trú. Og munum bara þetta, Jesús biður fyrir trú okkar og við getum líka beðið fyrir okkar trú og við getum líka beðið fyrir trú annara. Og þegar við biðjum fyrir öðru fólki, þá skulum við biðja fyrir trú þeirra. Biðja Guð að gefa þeim meiri trú, umbreyta trú þeirra, hreinsa burt alla vantrú. Amen. Amen. Þá ætlum við að fara yfir í hugleiðslubænina og við ætlum að gefa okkur bara ágætis tíma þar. Og ég er búin að skrifa hérna niður listan yfir það sem upptalninguna yfir það sem Jesús gerði og við ætlum að fara bara í bæn þar sem við ætlum að í rauninni bara byrja því að biðja Guð að leiða þetta, síðan ætlum við að opna hjarta okkar og biðja Guð að setja verk sem hann vann þegar hann dó á krossi inn í hjarta okkar. Og síðan ætlum við að taka ákvörðun að trúa því og velja að trúa
því að Jesús gerði allt þetta sem hann gerði þegar hann dó á krossi sem ég var búin að telja upp hérna. Eilífur sigur, eilíf sýkna, þú veist, leysti öll vandamál, tók á sig alla sjúkdóma, hreinsa okkur allir synd. Við viljum bara að fara í þessa upptalningu í þessari hugleiðslubæn. Og síðan í lokin ætlum við bara að eiga svona örstutta stund þar sem við ætlum að eiga bara mjög persónulega stund með Guði. Bara það sem við kúplum okkur út úr öllu öðru og fókusum bara á hann. Kannski vill hann sýna okkur eitthvað, kannski vill hann segja þér eitthvað, kannski vilt þú biðja hann eitthvað, kannski viltu bara vera í nærveru hans og segja bara ég elska þig og fara takk fyrir allt sem þú ert að gefa mér. Og þegar við þökkum Jesú fyrir það sem hann gerði á krossi, að þá erum við líka að taka á móti í trú. Þá erum við að stækka þessa trú sem að varða þetta verk í hjarta okkar og það opnar fyrir kraft Guðs að koma inn í hjarta okkar og gera þetta stærra og öflugra þar. Amen. Þá megum við bara koma okkur þægilega fyrir. Þegar þú ert tilbúin, máttu bara draga djúpt inn andann. Og bara leggjast í hvíld Guðs núna. Og leyfa þér að finna hvíldina og slökunina og afslöppunina. Fylla hjartað þitt. Fylla huga þinn. Og ég þakka þér fyrir Drottin að þú leiðir þessa hugleiðslu bæn. Í Jesú nafni þá bara lýsi ég því yfir að hvert orð sem kemur frá vörum mínum kemur beint frá þér, Drottin. Og ég afhendi hvert og eitt okkar til þín, Jesús, inn í þitt ljós núna. Og ég þakka þér fyrir að ég get opna hjarta mitt fyrir þér og hleypt þér, Jesús Kristur, inn í hjarta mitt. Inn í hvern einasta krók og kima í mínu hjarta. Og ég trúi því í hjarta mínu að þú, Jesús, ert Guð. Og ég þakka þér fyrir að þú hefur endurfætt anda minn núna. Í Jesú nafni. Og ég bara kem frammi fyrir þig, Drottin, frammi fyrir þinn kross. Og ég opna hjarta mitt fyrir því verki sem þú vannst þegar þú dóst á krossi, Jesús. Og ég bara meðtek það inn í hjarta mitt. Og ég vil að trúa öllu því sem þú gerðir, Jesús, þegar þú gafst lífið þitt á krossi fyrir mig. Og ég bið þig, Drottin, að setja þessa trú inn í hjarta mitt. Að gefa mér þessa trú inn í hjarta mitt núna. Og ég kný á. Ég bið. Ég leita. Og ég þrýsti á þig. Og ég bið meira af þér, Jesús. Ég vil þekkja þig betur, Jesús.
Ég vil sjá þig betur og ég vil heyra það sem þú segir. Og ég þakka þér fyrir að þú dóst í minn stað. Í Jesú nafni þá þakka ég fyrir að þú vannst eilífan sigur. Og ég trúi því. Og ég trúi því í hjarta mínu að þú, Jesús, stóðst allar freistingar sem til eru. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þú uppfylltir lögmálið. Og ég tek við þessu verki í trú. Og ég þakka þér fyrir og ég vel að trúa því af öllu mínu hjarta að þú, Jesús, tókst valdið af hinum vonda og gafst mér það. Að þú, Jesús, hefur alltaf og munt alltaf hafa allt vald, alla stjórn á himni, á jörðu og allstaðar. Og ég beygi mig undir þitt vald, Jesús, og ég gef þér stjórnina yfir mér og mínu lífi. Ég trúi því í hjarta mínu að þú, Jesús, sigraðir dauðann og þú reist upp á þriðja degi. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að fyrir mig þá upplifir þú alla vanlíðan og allar neikvæðar tilfinningar í botn. Svo ég þurfti ekki að lifa í vanlíðan. Og ég trúi því af öllu mínu hjarta að þú hefur sýknað mig fyrir öll afbrot, alla sekt, sýknað mig af öllum afbrotum, af allri sekt, öllu ranglæti og ég tek við inn í hjarta mitt eilífar sýknu þinni, Jesús. Fyrir þitt blóð, Jesús, er ég sýknuð, er ég saklaus, er ég heil. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þegar þú dóst á krossi, að þá fyrirgafstu mér og þú afmáðir alla synd. Amen. Og ég trúi því í hjarta mínu að
að þegar þú dóst á krossi Jesús, þá afmaður að alla vantrú. Auktu mér trú, Jesús. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þegar þú dóst á krossi þá gafstu mér eilífa lausn. Að þú tókst á þig alla sjúkdóma, öll veikindi og allt böl. Og þú barst það fyrir mig. Takk, Jesús, að með því verki sem þú vannst á krossinum, þá eyttir öllum ófriði og öllu ósætti og að þú hefur gefið mér eilífan frið. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þegar þú vannst verk þitt á krossinum, þá tókstu á þig alla þjáningar, allan miska, allan skaða og alla eymd, svo ég þyrfti ekki að lifa það sjálf eða sjálfur. Og ég trúi því í hjarta mínu að því að þú dóst á krossi fyrir mig, þá greiddirðu allar mínar skuldir. Og ég tek við þessu í trú og ég vil að setja þetta allt inn í hjarta mitt, Jesús. Og ég trúi takk. Takk, Jesús. Nú skulum við bara setja í svona 2 mínútur með Jesú.
Guð hefur eitthvað stórkostlegt í vændum fyrir þig. Eitthvað gott að fara að gerast, eitthvað fallegt og eitthvað heilbrigt. Og að við bara mætum Guði á hverjum einasta degi með þetta þakkláta hjarta. Takk Jesús. Takk Jesús, þá opnum við svo mikið fyrir að hann geti gefið okkur meira. Amen. Þá megum við bara finna hvað Guð hefur unnið magnaverk í hjartan okkar hérna í kvöld. Megum bara koma hægt og rólega tilbaka og opna augun. Thank you.